Hverjir eru í Sósíalistaflokknum? Þegar ég var að undirbúa stofnun Sósíalistaflokksins þá talaði ég við alls konar fólk sem ég taldi að ætti heima í svona hreyfingu, stæði fyrir eitthvað sem að svona hreyfing ætti að berjast fyrir. Alls konar fólk, anarkista í miðbænum, gamla verkalýðssinna úr Alþýðuflokknum, villikettu VG, félagshyggju Pírata, fólk sem hafði tekið þátt í búsáhaldabyltingunni, alls konar örmum þess, fólk sem hafði staðið fyrir ýmiss konar baráttu. Og hugmyndin var svo að allt þetta fólk sem var meira og minna heimilislaust í svona flokkapólitíkinni, að það ætti heima inn í Sósíalistaflokknum. Það sem vakti athygli mína þegar ég talaði við þetta fólk var að mér fannst það svo sárt, bæði eftir átök við Samherja sem oft fylgir svona pólitískri baráttu, en líka vegna þess að það upplifði að það hefði ekki náð árangri, að það hefði lagt sig fram og barist og hefði verið vakið og sofið í einhverju baráttu en ekki uppskorið nógu. Mér fannst það svo skrítið vegna þess að ég leit á þetta fólk sem hetjurnar í samfélaginu, fólk sem hafði verið að reyna að þoka samfélaginu áfram, og mér fannst það svo ósanngjarnt að besta fólkið okkar upplifði sig sem næstum eins og bara lúsera, að það hefði reynt mikið, ekki tekist og kannski að það hefði látið blekkjast að því, verið einfelningar, verið of vongott og einfalt. Sömuleiðis Sósíalistaflokkurinn búinn til þess að ná þessu fólki saman í baráttu sem að getur skilað árangri og getur skilað sigrum, til þess að þetta fólk upplifi sigra sem það á skilið, upplifi það eins og það sem baráttufólki sem sífellt að reyna að bæta íslenskt samfélag. Þegar við haldum fund í Sósíalistaflokknum fyrir COVID, þegar eitthvað svona salur af fólki og ég horfi yfir salinn, þá verð ég alltaf svo glaður vegna þess að þetta svo ólíkt fólk. Ég horfi yfir salinn og ég hugsa, það engin leið á að þetta fólk hefði ratað inn í sama herbergi nema út af þessari hugsjón sem sósíalisminn og réttlátt samfélag. Þetta ekki eins og því miður, ef maður horfir yfir sal hjá öðrum stjórnmálaflokkum, að þá eru allir svo líkir, kannski á líkum aldri, kannski líkum fötum, kannski með líka áhugamál, fólk sem hvort sem væri kannski líklegt til þess að rata inn á sama kaffihúsið og lesa kannski sömu bækurnar, sjást í sama leikhúsinu, sem á eitthvað sameiginlegt og að stilla sig saman. En það hefur ekki verið þannig og verður vonandi aldrei í Sósíalistaflokknum. Því að það sem á að sameina okkur ekki það að við séum að reyna að verða eins í háttum og talsmáta, heldur að þá að sameinast að við höfum þessa sameiginlegu hugsjón. Og hugsjónin lifir sterkast ef að við komum inn með það sem við erum. Fólk sem eru öryrkjar, láglaunafólk, fólk sem kemur kannski með stóra félagslegt kapital eða menntakapital sem ef þú ert sósíalisti þá náttúrulega hefur ekkert við að gera hérna út í samfélaginu, því eina sem þú getur gert við svona kapital að gefa auðvaldinu það. Það virkar ekki fyrir þig til framfærslu nema þú þjónir auðvaldinu. Þannig að ef að þú átt félagslegt kapital eða menntakapital sem að þú vilt nota eitthvað, þá það besta sem þú getur gert að koma með það inn í Sósíalistaflokkinn og gefa hreyfingunni það til þess að efla hana og styrkja. Þannig fólk í Sósíalistaflokknum og það alls konar fólk í Sósíalistaflokknum. Það pláss fyrir alla nema auðvaldið.